Í vísunum á undan þá var rakið hvernig Ragnarök fóru með heiminn, hvernig nánast allt fórst, goðin dóu, hvernig þessi mikli bardagi við jötnana fór. En nú verður svarað hér áfram hvernig fer með heiminn eftir Ragnarök. Sem betur fer að þá boðskapur völvunnar, hann jákvæður. Og það eitthvað sem á eftir að endurreisast og rísa upp aftur. Í fyrstu vísunum þá vorum við búin að segja frá, þá var búið að heyra hvernig jörðin var til og hvernig hún var sköpuð og annað. Og núna í þessar vísu þá segir völvan hvernig hún sér uppkoma öðru sinni jörð úr ægi og ægir sjórinn. Hún iðagræn. Falla fossar, flýgur örn yfir, sá sem á fjallinu fiska veiðir. Örnið sem veiðir fiska, hann flýgur yfir. Og þarna nú svona mun jákvæð viðhorf til Ara, til Arnarins. Áður var rætt að hann væri búinn að narta í lík manna og éta líkin manna, en nú hann svona aftur farinn að fljúga í árnar og veiða fiska. Einhverjir æsir hafa nú komist af og þeir koma saman á þessum velli sem þeir nota til fundarhalda, sem iðavellir, og finnast æsir á iðavelli. Og moldþynur máttugan dæma. Þeir ræða þarna máttugan Miðgarðsorminn. Og minnast þar á megindóma. Þeir ræða allt sem búið að gerast, þessa höfuðviðburði. Og þeir ræða líka og á fimbultís forna rúnir. Þeir ræða þessa fornu speki, þessa mikla góðs, fimbultýr. Fimbul svona herðandi forskeyta, mikill herðandi sterkur. Hins mikla góðs sem Óðinn. Og í 8. vísu þar var búið að ræða hvernig allt var í góðu, allt var bara í fínu lagi þegar æsirnir komu saman og voru að tefla í túni. Og mikil gleði og afslöppun og þægileg heit hjá þeim. Og núna aftur minnst á að það finnast þarna gullnar töflur. Þar mun eftir undursamlegar gullnar töflur í grasi finnast. Og kannski þetta einhverjar gulltöflur sem þeir týndu þegar þurrsameiðarnar komu. Og þeir steingleymdu sér þarna jákindinni og kannski fegurð jötnameyjanna, fegurðar gullveigar, heiðar. Og við vitum að sjáum að jötnameyjar geta nú verið fallegar og það við sjáum jötnameyjar meðal annars í þessum þáttum Ragnarök á Netflix. Og völvan segir að taflinn muni aftur finnast þarna í grasinu eftir Ragnarök og þá renni aftur þessi sælutími þar sem goðin voru bara í róliheitum að tefla og voru í sakleysi. Og nú bara vonað að það haldist það. Og hérna nú björt spá framundan. Munu ósánir akrar vaxa, akrar sem ekki var búið að sá í, þeir munu samt sem áður vaxa og bera ávöxt. Böls mun alls batna, allt böl verður gott á ný. Baldur mun koma. Þarna munu Höður og Baldur, þeir munu lifna við. Búa þeir Höður og Baldur Hrofs Sigtóftir. Þeir munu búa þarna í rústum Valhallar. Og Hrofs Sigtóftir, þar sé bardagardóttir Óðins, sem Valhöll. Vel Valtívar. Valtívar, eins og munu voru hergoðin.
Vitið þér enn, eða hvað? Í þessari vísu minnst á Hæni og við munum eftir að Hænir var sá sem gaf manninum sálina, þannig 18. vísu. Og synir bræðranna, Baldurs og Hadar, munu byggja heiminn. Þá kná Hænir hlaut við kjósa. Þarna hjálparshugsun. Að knega, þá kná, þá kjósa, þá getur Hænir fellt hlaut við. Hlaut við einhvers konar blótspónn. Hænir mun dreifa þessum blótspæni, blóðugum tréspónum. Þetta einhver aðferð sem hann notar til þess að lesa í framtíðina. Sumir lesa í fiskeðli, en þarna lesa hann þarna í einhvers konar blótspæni, blóða tréspæni og lesi í framtíðina. Og burir byggja, bræðra tveggja vind þeim víðan. Burir eru synir tveggja bræðra. Þetta eru þá Baldur og Höður. Baldur og Höður byggja víðan heiminn. Þarna skapa þeir nýjan heiminn. Vitið þér enn, eða hvað? Og ennþá gefur völvan í skyn að hún viti meira örlögin. Það verði meira sem gerist í framtíðinni. Salurinn Gimli hefur greinilega verið svo hátt uppi að eldur Surtarloga hefur ekki náð til hans, því að völvan sal sér hún standa sólufegri, gulli þaktan á Gimli. Hún sér stað hátt upp á himninum, þar sem skjól fyrir eldi. Þar skulu dyggvar dróttir byggja aldur daga og yndis njóta. Þar munu góðir menn byggja og njóta lífsins aldur og ævi. Hér rætt góða menn, því að eins og við vitum þá fara þeir sem eru vondir til nástrandar. Hér koma ákveðin kristin áhrif inn í þetta, því að það svo völvan sjá fyrir sér að það sé einhver annar voldur Guð sem allur ræður muni stíga til jarðar. Kannski þetta ákveðin vísun til kristninnar, því að kristin trú var tekin á Íslandi árið 1000. Þá kemur hinn ríki að regindómi. Þá kemur að ofan einhver öflugur að guðdómnum. Sá öllu ræður, sá sem ræður öllu. En aftur dregur völvan okkur inn í það sem að fara að gerast, og framtíðin nær en áður, því að þarna segir hún: þar kemur hinn dimmi dreki fljúgandi. Hann árast hún bendi á hann á himninum þar sem hann kemur fljúgandi. Naður neðan frá niðafjöllum. Þarna kemur nýþökkur. Fljúgandi neðan frá niðafjöllum. Ber sér í fjöðrum. Nái. Ber sér í fjöðrum, flýgur völl yfir, nýþökkur nái. Hann ber með sér lík í fjöllum sem ber með sér yfir völlum. Og núna komið að því. Framtíðin að nálgast. Nú mun hún sökkva. Jörðin það bil að fara að sökkva. En nú eins gott fyrir Óðinn sem hlustar á spá völvunar, völuspá, að fara að búa sig undir ósköpin. Því völvan í völuspá er ekki meira að segja.